Takk fyrir þessi svör. Erum við með einhverja spurningar úr sal? Björn Leví? Sjálfsögðu. Svona reynslan mín undanfarin ár svo að við erum flokkur rökræðunnar, en ræðumennskan sigrar alltaf rökræðuna. Og það svona alltaf upplifun mín að þar töpuðum við reyndum alltaf að taka rökræðuna. Hún var einfaldlega undir í ræðu áróðurinn frá fólki sem að einfaldlega bara slétt saman rök. Þannig að hvernig sjáu þið ykkur sem formann sem að skilur þessa dýnamík það hvernig við erum rökræðuflokkur en þurfum að slást við fólk sem að skítsam rökræði? Ég ætla að bjóða Alexandru að byrja að svara þessu. Já, þetta opaslega góður punktur hér. Og það raunveruleikinn sem við stöndum frammi fyrir í dag sem að snýst persónur, sem snýst einhverja flottar línur á TikTok, hefur enga þolinmæði fyrir flóknu eða djúpu samtali og það bara einfaldlega slagur sem við verðum að læra að taka. Ég sjálf kann ræðumennsku. Ég myndi segja að minn styrkleiki sé fyrst og fremst í rökræðum en ég kann alveg að halda ræður þannig að ég haldi einbeitingu á tilfinningarlega innihaldið, þá svona nærtæku punktar sem skipta fólk meira máli, halda mér við aðalatriðin. Þetta reynsla sem að kemur bara á mörgum árum í ræðum í borgarstjórn og í viðtölum og alls konar svoleiðis. Þetta bara, ég vil meina að við þurfum ekki að velja annaðhvort algjörlega A eða B. Við getum verið með ræðumennsku sem að yfirgefur samt ekki rökin eða sannleikann sem að er á bakvið það sem við stöndum fyrir. En við þurfum bara að vera góð í að forgangsraða á hvernig við tölum. Takk fyrir. Og Octavía? Já, ég held að formaður verður til framtíðar og fer varlega með margar hluti, meðal annars það að hafa rétt fyrir sér hefur verið það sem hefur verið ríkjandi. Það sem á að vera ríkjandi mannlegir þættir, hvernig við komum fram við hvort annað og á hvaða forsendum við tökum samtöl. Því ég mun aldrei vinna, ég ólst upp við hliðina á nasistum. Ég mun aldrei vinna rökræði við nasista og þess vegna rökræði ég ekki mikið við nasista. Það sem þú gerir þegar þú ert á stað, það sem fólk velur að nota orðræðu eða kemur fram eða verður með rökræður eða alltaf tekur rökræðina, að þú einblínir á þann hluta sem skiptir máli. Það skiptir þér máli, sem skiptir hreyfinguna þínu máli og þú heldur henni áfram. En þú verður að taka mannlega þætti inn. Það bara aldrei, þetta með að hafa verið, en ég veit ekki hvort þið munið eftir New York Times skopmyndinni, hvað ert að gera, klukkan orðin svo margt elskan. Já, en einhver hefur rangt fyrir sér á internetinu og þar situr lítið maður og heldur áfram. Það að hlusta á rök og taka það inn miklu meira en rökin sjálf og miklu meira en orðin sem eru sögð. Frá hvaða stað manneskjan að tala, í forsvari fyrir hvern, í hvaða málefnaflokki. Oft þegar fólk hefur haft ýmis rök að segja, rökræður málefni, þá mjög augljóst. Það fjallar ekki hvort að við eigum að vera með A eða B. Fyrir mér fjallaði samtali mitt við Helga Hrafn formanninn ekkert formannsembættið. Ég var þannig sé ekki óhlynnt því. Ég var óhlynnt því að búa til embætti til að bjarga eða redda eða laga hluti í fortíðinu því það virkar ekki. Svo það að geta séð hlutina fyrir hvað þeir eru, mæla sig inn á mannlega þáttinn og skilja manneskjuna sem situr á móti þér, sama hver hún er. Það leiðin til að breyta umræðinni. Takk fyrir þetta, Octavía. Erum við með fleiri? Já, Viktor? Já, þið komið bæði aðeins inn á þetta í ræðunum, en langaði bara að fá að heyra aðeins meira hvað sjáu þið fyrir ykkur í allri þessari Píratar eru hægri, vinstri, mið, hvorugt, bæði flokkur. Svona bæði hvernig eiga Píratar að nálgast það einmitt svona í ræðumennskunni að svara þessu og kjósendum, en líka bara hvað sjáu þið fyrir ykkur og eiga Píratar að reyna að vera vinstri flokkur og hvað þýðir það þá eða ekki? Octavía, þegar þið að byrja? Já. Nú hef ég átt mjög mörg samtöl okkur á þetta. Það erfitt að skilgreina sig til framtíðar þegar heimurinn skilgreindur hægri eða vinstri. Ég meina,
Ég held ekki að ég held að við þurfum að gera það á eigin forsendum og það var það sem ég pínu var að setja inn í ræðunum mína að ég meina hægri flokkar eru stanslaust að segja við mig flokkurinn ykkar er eyðilagður, hann er orðinn vinstri flokkur. Það er ekki hægt, þið hafið mörg margt gott að segja en því miður er það vinstri flokkur. Og á sama hátt heyri ég að þið neitið að skilgreina ykkur hreint til vinstri. Ég held að það sem við þurfum að gera er það sem við gerum alltaf. Við þurfum að taka samtali, við þurfum að miðla á milli og við þurfum að skýra betur að framtíðin okkar byrjar í dag og framtíðin okkar er bæði. Hún mun alltaf vera bæði. Píratar hafa alltaf verið með frekar vinstri sinnaða velferðarpólitík þannig séð. Píratar hafa verið skilgreindir til hægri vegna þess að við erum með tækni eða við viljum frelsi og sjálfsákvörðunarrétt. Fyrir mér er sjálfsákvörðunarréttur kvenna til eigin líkama, ekkert sérstaklega hægri mál. Og það er kannski eitthvað sem verður áskorun í hversu langt inn í orðræði sem nú þegar er til staðar erum við tilbúin til að fara. En það sem ég held sem mikilvægast er að kjarna þetta alltaf á Pírötum og Pírötagildum. Ekki að við erum eins og Sjallar í þessu, eins og VG í þessu, eins og Sálfræðingin. Við erum 10 ára gömul hreyfing núna. Við vitum alveg hver við erum og hvert við erum að fara. Svo já, við erum bæði. En það þýðir ekki að vera með milli stóla. Ég bara segja það. Takk fyrir. Já, eins og ég kom aðeins inn á áðan, tel að við séum fyrst og fremst umbótaflokkur, frjálslyndur umbótaflokkur og það er staðan sem skilgreinir okkur á þessum pólitíska áttavita. En ég held að við ættum að gangast við því að á flestan hátt sem almenningur skilur hugtakið, þá erum við vinstriflokkur. Sennilega meira miðvinstri heldur en annað, en ef að fólk leggur saman frjálslynda ásinn og vinstri hægri ásinn, þá erum við klárlega töluvert langt til vinstri. Ég held að við séum líka alþjóðasinnaður flokkur ef að það er þriðja ásinn og ég held að fólk upplifir það sem vinstri líka. Þannig ég held að við ættum kannski, við erum búin með tímabilið þar sem við gátum fengið auka umræðu og athygli út af það að þetta væri eitthvað í einhverju pínu flögsi. Þannig að við ættum bara svolítið að gangast við því, jú, við erum svo sem svona, við vinstri cirka, en fyrst og fremst erum við umbótaflokkur, fyrst og fremst erum við frjálslyndur. Þannig að bara hættum að taka einhver endalaus slægi yfir því. Og svo er það líka bara rétt að við þurfum ekkert að fylgja þessu eitthvað slavíst eða þannig, við þurfum bara, eða hvað heitir, við þurfum ekkert að fylgja því eins og það sé skrifað í stjörnurnar. Við erum með sumar stefnur sem hægri sinnaðar, við erum með sumar stefnur sem vinstri sinnaðar. Ég lendi oft í því þó að í bara núverandi samstarfi endur maður á að vera yfirleitt með okkar vinstri pólitík. Þá endum við oft á því að taka vörn fyrir ákveðna hægri pólitík eins og bara við taka stöðu gegn forsjárhyggju og taka stöðu gegn svona einhverjum boðum og bönnum sem eru öðrum náttúrulegri heldur en okkur. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum þessari athygli á persónufrelsið, þessari athygli á að hlusta á sérfræðinga, ekki frekar en kreddur, að hlusta á bara vísindin. Ég held að það sé mjög mikilvægt en jú, ég held að í litrófinu í dag þá erum við svona aðeins til vinstri og það er bara þannig. Takk fyrir, Alexandra. Olga næst. Takk. Hvernig eða hvort sjáu þið fyrir ykkur að nýta þetta formannsembætti þegar kemur að ef ég má kalla það erfiðum samtölum innan hreyfingarinnar sem hafa kannski komið upp yfir árin og hafa kannski oft endað í því að það falli frekar á persónum og leikindum heldur en málefninu sjálfu. Þú veist, ég bara já, ég þarf kannski ekki að nefna með dæmi, því kannski þú veist þekki alveg til einhverja erfiðara málefni sem hafa komið upp og fólk hefur verið mjög ósammála og það hefur oft endað með að fólk fari og skelli hurðum og það fram til götunum. En ég er kannski mestan áhuga að vita, þú veist, hvernig haldið þið að þetta formannsembætti geti nýst í því að sætta svona mál og hvernig mynduð þið fara að því að gera það? Þá kannski byrja Alexandra núna. Já, bara takk fyrir góða spurningu. Formaðurinn hefur náttúrulega ekki beinlínisvöld samkvæmt núgildandi lögum Pírata til þess að stýra of nákvæmlega eða reka fólk úr flokknum eitthvað svoleiðis. En
ég held samt klárlega að þjóðnum embætti sem er bara eðlisins vegna getur alltaf komið inn og verið ákveðin málamiðlari eða tekið ákveðnar afstöður eða lýst einhverju ákveðinni tilfinningu flokksins. Ég held að ég þekki nokkur mál, ég þekki nefna einn sérstök mál, en það eru alveg nokkur mál sem hafa verið erfið í gegnum tíðina, ný og gömul, og það hefur svona yfirleitt tekist að leysa úr þeim með einhverjum hætti, yfirleitt með miklum tilkostnaði, miklum leiðindum, mikilli reiði og bara miklum afföllum af fólki úr flokknum. Og ég tel að með því að hafa einhvern sem getur stigið inn í og er tilbúinn til að stiga inn í fyrr, reyna annarkvort að sagt að fólki það er hægt, eða þá bara að knýja fram bara einhverja ákveðna ákvörðun sem að þá einhverjir samtöluð og einhverjir ekki áður en allt springur, þá erum við í betri stöðu. Ég held að það sé eitt af því sem að formaður verður að geta gert. Og það verður líka að vera formaður sem að fólk treystir til þess, einhver sem að fólk treystir til þess að geti tekið rétt sínar ákvarðanir og reynt að setja sig inn í afstöðu beggja aðila eða fleiri en tveggja og reyna að komast að einhverju niðurstöðu. Og einhver sem getur líka verið málsvari þeirra sem er sótt á með ósanngjarnum hætti. Og ég held að ég geti það, ég held að reyndar Octavia geti það líka. En þetta er hlutverk sem er bara gífurlega nauðsynlegt að formaður taki alvarlega. Takk fyrir. Ég ætla bara að byrja að segja að Píratar eru rosalega lánsamir að vera með svona 2 góða kandidata þó ég segi það sjálf. Ég held að formannsembætti sé lykill að akkúrat þessu. Því leiðtoginn sem formaðurinn setur línurnar fyrir hvernig við komum fram við hvort annað, á hvaða forsendum við tökum samtalið, setur að mörgu leyti við að vera og gera þau mörk sem eru til staðar. Og já, oft þarf maður svona að hafa pínu tilfinningu fyrir hvað gæti eða hvað gæti ekki, en það sem ég sé sem mitt helsta verk sem formaður að taka okkur frá svart-hvítri hvernig staðreynd sem einhvern veginn sannfært hvort annað Ef ekki svona, þá fer ég. Ef við ekki, þá gerum við. Við erum í andstæðu við allt og alla og þá fáum við aldrei tækifæri til þess að dreyma og hafa hugsjónir til framtíðar. Ef einhver kemur til mín og segir, ef að þú ekki gerir svona, þá fer ég. Það er ekki mín ákvörðun. Það sem ég get gert að segja, þið þykir ótrúlega leitt. Má ég spyrja hvers vegna? Eitthvað sem ég get gert til að styðja við? Ertu búin að taka þessa ákvörðun eða hvað og hvernig? En það sem mikilvægt samt að stöðugleiki það eina sem gerir það verkum að þessi hreyfing mun vaxa og dafna enn frekar. Og þar meina ég stöðugleiki í hvar mörkin eru, aftur, innanhúsmenning, hvernig við ræðum hlutina, á hvaða forsendum við ræðum það. Svo já, við erum í miklu meiri gráu umhverfi en við leyfum okkur og það í gráu umhverfi sem við saman getum náð. Ef þið muni eftir framtíðasmiðjunni, það var ótrúlega skemmtilegt að halda framtíðasmiðjuna. Að rífa fólk út, setja þau inn í gaflarleikhúsið, takk fyrir það, Lárus, og segja þetta var rosalega erfitt, hvað gerum við samt næst? Það er það sem þarf og það er það sem formaður þarf að vera svona the embodiment of ef ég má sletta. Ég má það ekki ef ég má vera. Takk fyrir þetta alltaf. Það var Elín og við erum Hæ? Elín og svo Vík. Spyrkjað. Elín var og svo Vignir og Inga. Já. Nú oft springt í störf ríkisstjórnar eftir að við 100 daga við völd. Hvað sjáum þið fyrir ykkur að gera á fyrstu 100 dögunum ef þið verið formið? Á ég að byrja? Er það ég sem á að byrja? Á fyrstu 100 dögunum? Það verður þarna meira en 100 hlutir sem gerast á þessum 100 dögum og þegar við erum að fara til sveitarstjórnarkosninga. Ég held það fyrsta það þarf að vera fundur til þess að ná utan nýjan formann. Svo að nýr formaður þarf að halda fund, við komum, við náum saman, við aðeins tökum kaffi, mögulega jólaglögg með án áfengis og pipakökur. En það sem þarf að gerast í kjölfarið utanumhaldið innanhús þarf að kippast í lag og grunnurinn okkar verður að vera sterkur. Við erum að fara að ganga til sveitarstjórnarkosninga
og það verður ótrúlega skemmtilegt og spennandi en við gerum það bara saman. Svo árangurinn sem er nást á fyrstu 100 dögum verður utanumhald fundi, fyrirsjáanleiki og skipulag í hversu margir fundi, hvernig, streymi. Við þurfum einhvern veginn að ná lendingu á kosningakerfin okkar út af við þurfum bráðum að kjósa til ýmis og alls konar sem verður mjög skemmtilegt. Það þarf að efla, fá fólk allstaðar frá, við þurfum að tala við og sækjast eftir þeim í öllum sveitarstjórnum og bæjarstjórnum landsins sem hvað er að fara að frétta núna. Er einhver sem hefur ástríðu, viljum við fara saman á lista, viljum við hafa okkar eigin lista. Allar þessar spurningar mun nást innan við fyrstu 100 dagana. Og svo, já, pínu tíma eftir takk. Og svo held ég að við þurfum að halda nokkra viðburði þar sem við ekki erum með pólitíska dagskrá, heldur erum með mannlega dagskrá þar sem við kynnumst hvort öðru, annarkvort aftur eða upp á nýtt og munum hvers vegna að við erum alltaf að hittast á mótmælum, við erum alltaf að hittast á pírótafundum, okkur varðar öll þessi pólitísku áherslumál í samfélaginu, svo við kjörnum okkur í því og hvort öðru. Takk. Já, fyrstu 100 dagarnir, það er örugglega að vera nóg að gera, einmitt eins og Octavia segir þá stefnir í sveitarstjórnarkosningar. Við munum þurfa að bara halda fundi með náttúrulega nýrri stjórn, þurfa að halda fundi og hitta stjórn Pírata í Reykjavík og borgarstjórnarflokkinn. Það verður að plana bara hvernig við sjáum fyrir okkur prófkjör, við þurfum að ákveða hvort við ætlum að fara í einhver samtöl við aðra flokka, það hvort við viljum vera með einhvers konar sameiginlega lista eða eitthvað svoleiðis, hvort það er eitthvað svoleiðis í farvatninu. Við höfum eiginlega verið svolítið vængstýrða af því að geta ekki verið að skoða slíkt almennilega meðan við erum ennþá í lausu lofti með það hvort við hafa formann. En það er eitthvað sem verður að skoða, svo er það líka bara alveg rétt sem Octavia segir að við verðum að vera með viðburði, við verðum að gefa grasrótinni og bara Pírötum almennt tækifæri til að kynnast hvert öðru, til að kynnast nýrri stjórn, til að kynnast formanninum, til þess að bara átta sig á því af hverju við erum hérna og ákveða hvernig þessi viljum halda áfram. Það verður að setja í gang þessa vinnu sem að nýja stjórnin á að taka sem að er að endurskoða lög Pírata í grunninn. Það þarf að ákveða hvernig við ætlum að kjósa, hvað ætlum að gera með bara eins og segir, kosningakerfið. Þetta eru hluti sem að verður að fara að klára og sem við höfum ekkert brjálæðislega langan tíma til þess að klára. En við höfum alveg ágætis grunn að því. Ég vil meina að þessar breytingar sem við fórum í núna síðast hafi verið ágætis upphaf. Ég vil meina að við séum komin á einhvern stað þar sem er komin ákveðin virkni og ákveðin kjarni af fólki sem ég trúi að muni keyra þessu hluti áfram. Nota bene hvet fólk sem er hérna til þess að íhuga það að bjóða sig fram í stjórn ef það er ennþá eitthvað sem að höfða til fólks. Já, þetta er bara 100 dagarnir, það mun vera brjálæðislega mikið að gera og fyrst og fremst mun að snúast að því að undirbúa okkur fyrir prófkjör og sveitarstjórnarkosningar. Viktor? Vignir, fylgja. Ég er alveg spurningu til bara eitthvað begja. Hvað ætlaðu að gera fyrir Pírata á landsbyggðinni fyrir utan Reykjavík? Alexandra. Það er stærsta og erfiðasta spurningin. Og þetta er eitt stað þar sem ég verð að viðurkenna að ég hef ekkert brjálæðislega góð svör. Við verðum að reyna að sína viðveru, fara út á land og kynnast fólki og sjá hvort það vilji vera með okkur. Sjá hvort það sé vilji til þess að stofna landsbyggðarfélög og taka þátt. En í akkurat núna, þá stefnir í það að verði bara Pírataframboð í Reykjavíkur og hvergi annar staðar. Og það er ekki góð staða. Ég held að fyrsta skrefið okkar verði að vera fókusur á það að bjóða fram öflugt í Reykjavík og sýna það í verki að við séum ekki dáin. Svo verðum við að fara í það og reyndar verðum við að gera jafn og óðum, en stóra verkefni eftir það verður að reyna það sem við getum til að byggja okkur aftur upp sem landsstjórnmálaflokk. Við erum það ekki í dag. Í dag erum við í rauninni bara Reykjavíkurfélag, sem er hræðilegt, en það er raunveruleikinn. Mögulega getum við gert það með samruna við einhver aðra flokka eða félög eða eitthvað svoleiðis sem eru með viðveru á landsbyggðinni. Ég veit ekki alveg hvernig það myndi líta út eða hvort mér myndi hugnast það, en það er möguleiki. Það er eitthvað sem við ættum alltaf að vera tilbúin til þess að ræða og íhuga. Mögulega þurfum við líka bara að skoða það hvort það sé einfaldlega orka sem mun skila ykkur fyrir okkur. Kannski ættum við bara að einbeita okkur á því að bjóða fram á höfuðborgarsvæðinu næst, ég veit það ekki. En það væri töluverð afturför ef við myndum þurfa að setja okkur við það. Ég get okkur ekki til þess.
Við þurfum líka bara að skoða, ef að við reynum og ekki gengur, þá þurfum við bara að skoða aðra möguleika. Viljum við eiga einhverja samtal við aðra flokka enn meira samstarf og jafnvel einhverja samruna til þess að varðveita það sem eftir af hugsunum okkar. Ég vil ekki fara þangað, en ef ekkert gengur þá tel ég að við verðum að vera bara svolítið raunsæ með að skoða það. En fyrsta sem við þurfum að gera að sýna við séum á lífi og annars sem við þurfum að gera að leita að fólki á landi sem langar að vera með. Við þurfum að sýna sérstaklega við sem búum hérna í þessari borg. Við þurfum að sýna við traustsins virði. Því það sem hefur gerst á Vestfjörðum, fyrir norðan, fyrir austan og fyrir sunnan, að við höfum ekki í því magni og þann hátt sem ég tel mikilvægt virt það að það eru Píratar allt á mismunandi forsendum sem þurfa og eru í sínu eigin sveitafélagi, í sínu eigin bæjarfélagi að gera ótrúlega flotta hluti. Og það að það alltaf verið að gleyma eða við ekki tryggjum aðgengi 100% af öllu á innviðum Pírata fyrir mér stærsta áskorunin. Það eru ennþá til félög, þau eru bara ekki virk. Það ennþá til frábært fólk sem ennþá brennur fyrir breytingum, sem brennur fyrir hugsjónum, sem brennur fyrir píratískri pólitík, sem gerir ýmis og alls konar og sem þarf pínu að hvetja, styðja og aðstoða með að ná eins flottu framboði fram og hægt ef að þau kjósa það. Við getum ekki gert neitt, ég get ekki gert neitt á Akureyri. Píratar á Akureyri geta gert flott og mikið starf þar, eða PINK sem ennþá til. Það sama með Vestfirði. Svo ég held við höfum verið pínu að gera hlutina á forsendum höfuðborgarsvæðisins. Það finnst mér ekki, ég held að það sem við þurfum að gera við þurfum að byggja traust, við þurfum að styðja, við þurfum að virkja og hvetja eins mikið og við getum og við þurfum að muna að aðgengi ekki hliðar, aðgengi kjarni, hvort sem að það streymi, hvort sem það eitthvað fjármagn, hvernig sem við gerum það, að minnstakosti að öll geta komið að sama borðu og átt samtali. Takk fyrir. Næst Inga, svo Björn, svo Elín. Eru fleiri sem vilja tala því ég að fara að loka fyrir spurningar? Ok, þá það Inga. Já. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að vinna með nýrri stjórn? Núna búið að sameina stefnumálnefnd og framkvæmdastjórn og nýtt embætti þá líka varaformanns. Þannig að þetta mikla breytingar. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að slíkt samstarf yrði? Oktavía bara. Öflugt, mikið, formlegt en sérstaklega óformlegt. Ég held að við þurfum að muna að það þegar við gerum skipulag og áætlun og segjum við ætlum að hittast einu sinni í mánuði, þá hittumst við einu sinni í mánuði. Þegar ég tala við óformlega líka, þetta eru ný embætti, þetta eru nýjar stöður, við erum ennþá að reyna að kjarna hvað felst í þeim og hvað þarfir eru til dæmis. Við erum líka að fetja fót á milli eins og nefnir þennan samruna og svo erum við bara á stað þar sem við þurfum að ganga svolítið hratt til verks. Og ég ekki að segja að við þurfum að gera hlutina illa eða 60% og það við verðum að klára. Fyrir mér mikilvægast hvernig við gerum hlutina. Því þannig byggjum við grunninn sem við þurfum, ekki við hvenar eða hvert. Það alltaf hægt, við náum ofta saman það, við erum að fara til tunglsins væntanlega, eða til stjarnanna, en hvernig það mikilvægast? Og ég sé mjög öflugt þessi nýju hlutverk eins og nefni formann og varaformann koma inn og vera stöðuleikinn að tryggja að starfi skipulagða og þau áætlanir sem við gerum saman eru virkar, en við verðum að gera það saman. Og það ekki bara þessi tvö nýju hlutverk, heldur stjórnir, grassrót og öll áhugasöfn. Ég ætla bara að stoppa hér. Takk fyrir. Já, ég held að samstarfið við stjórnina verði bara mjög gott. Ég búinn að vera núna í framkvæmdastjórn síðasta cirka árið og það bara búið að ganga ansi vel.
Ég held að sérstaklega muni vera mikilvægt að vera með gott samstarf við varaformanninn og ég held að bara það þurfi að móta hvernig þessi hlutverk eru. Formaður náttúrulega formaður stjórnar líka, hluti af stjórninni. Þetta ekki í rauninni ytri samskipti, þetta meira bara svona hvernig vinnur hópurinn saman. Ég sé ekki fyrir mér að ef ég skildi vinna hérna að ég ætla að vera með einhver einræðistilburði. Þetta verður bara mjög gott samstarf og eins og hefur verið. Ég held að það verði líka bara, mjög mikilvægt að hittast og kynnast og ákveða hvernig við viljum vinna. Hvernig við ætlum að verkskipta. Ég góð í ýmsu, ég ekki góð í öllu og þá finnst mér oft mjög gott að finna hvað annað fólk betri í heldur en ég og deila með okkur verkum. Ég held að þetta sé eitthvað sem við erum held ég öll hérna fullfærum að gera vel. Ég hef bara núna töluverða reynslu úr bara Reykjavíkurborg og öðrum félagsstörfum í því að vera í alls konar stjórnum og embættum og hefur yfirleitt bara gengið vel og hef jafnvel svona sérstaklega sóst í og gengið vel í svona ráðum og nefndum það sem að hafa verið átök af því að ég er tiltölulega góð í að bara vinna með alls konar fólki og komast að góðum niðurstöðum. Þannig ég held að þetta sé eitthvað sem mun bara ganga vel og ég held reyndar að muni ganga vel líka ef Octavia vinnur. Þetta er eitthvað sem ég held að við kunnum alveg bæði. Takk fyrir. Björn? Já, takk. Ég velti því fyrir mér ef að útlitið þannig hvort að við höfum hugrekki til þess að segja nei, við ætlum ekki að bjóða fram. Til þess að koma í veg fyrir dauðaatkvæði sem að gætu í raun og veru búið til meiri hluta skoðana sem að við höfum engan að fá. Alexandra? Já, þetta er eitthvað sem ég var eiginlega svolítið ávarpa á. Ég held að það þyrfti mikið að ganga á til þess að sú staða væri upp í Reykjavík í næstu kosningu. Ég held að við höfum þannig reynslu og trúverðugleika og að því gefnu að fólk þekkir vilji vera áfram á listum hjá okkur, þá held ég að við munum alltaf komast hjá því að allt er fallið niður dauð í Reykjavík á næstu kosningum. Hins vegar held ég að ef að það fer illa og við förum að mælast bara undir, að þá þurfum við að taka þetta samtal mjög alvarlega. En ég held að við þurfum að taka samtalið alvarlegar í framhaldinu, hvað ætlum við að bjóða fram í Alþingi, í hvaða öðrum sveitarfélögum mögulega núna ætlum við að bjóða fram. Það eru stóru spurningarnar, af því ég held það í rauninni að þetta sé eldprófið okkar í sveitarstjórnarkosningum, í borgarstjórnarkosningum. Ef við hverfum alveg af vellinum þá er það ákvörðun það að við séum bara hætt, held ég. Og þess vegna ég held að við megum ekki taka það ákvörðun núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar að bjóða fram hvergi. Það væri jafngildi þess að leggja okkur niður. Þannig að nema það sé ákvörðun sem við viljum taka, sem að ég er ekki endilega að tala fyrir, þá held ég ekki að gera það. Ég held samt að það er ákveðin ábyrgð fólgin í því að vera stjórnmálaflokkur sem að getur dregið til sín einhver prósent. Ef þau eru ekki nógu mörg prósent til þess að skila sér inn á þing, þá þarf maður að taka þetta samtal mjög alvarlega. Og þarf að geta tekið ákvörðunina annarkvort, kannski verðum við að sameinast öðrum, eða kannski verðum við að leggja okkur niður til þess að aðrir geti flogið. Það er bara, sú staða getur komið upp og ég tel að ég hafi, ég sé þannig innréttuð að ef ég væri í þeirri stöðu þá gæti ég tekið þá ákvörðun, en ég ætla að leggja allt í söluna til þess að þurfa þessi. Þetta er eitthvað sem Píratar hafa kunnað að gera fyrr og Píratar mun kunna að gera það aftur. Ég held að, formaður mun núna gegna því hlutverki í þessu að sjá tækifærin, varpa ljósi á þau tækifæri sem eru og í samráði við Pírata í Norðvesturkjördæmi komast að góðri niðurstöðu fyrir það kjördæmi. Pírata hafa fyrr sagt við ætlum að bjóða fram að hætt við. Pírata hafa fyrr valið, við ætlum að vera saman með öðrum, við ætlum að vera útaf fyrir okkur. Og við höfum reynslu af því. Og ég tel okkur, fyrir utan kannski nokkur einstök mál, að við höfum góða reynslu af því. Það sem þetta fjallar nefnilega eru einstaklingar. Og einstaklingar sem ekki fá að vaxa og dafna á eigin forsendum og upplifa einhverju hlust á þau, meta það sem er að segja af virðingu,
þau mun fara í andstæðu að sjálfsögðu. Við getum alveg boðið fram ákvað ekki að bjóða fram. Ég held að við þurfum ekki nauðsynlega og höfum aldrei þurft nauðsynlega að bjóða fram allsstaðar, hvort sem að það er sveitarstjórnarkosningar eða alþingiskosningar. En ég tel að það eru miklu fleiri tækifæri en við höldum það eru. Kosningabandalag, sameiginlegir listar, nýtt framboð, eigin spýtum, það er bara alls konar til. En eitt sem ég vil segja er, ég geri ekkert hál. Ég held að sum ykkar hafi upplifað það, svo bara, já, það var skemmtilegt og afsakið. En það er pínu þannig, ég lærði eins og sem framkvæmdastjóri erlendis, you either shit or you get off the pot. Svo ef við sameiginlega tökum ákvörðun að við erum að fara í framboð, einhver staðar, eða ekki að fara í framboð, þá er það sem við gerum. Auðvitað endurskoðum við það. En sameiginlega ákvörðunin stendur, svo ef við förum í framboð, þá gerum við allt til þess að fá það til að heppnast. Takk fyrir. Elín? Já, ég var að viðurkenna að ég man ekki hvort þessi spurning hafa komið fram. Ekki það ég hafa ekki hlustað á. Hvað sáðu þið fyrir ykkur að gera til þess að bregðast við ef þið verðið vör við þetta kulnun hjá grasrótinni eða að of mörg verkefni séu að fara á of fáar hendur? Átta? Það byrjar auðvitað miklu fyrr en áður en þú sér það á manneskjunni. Og ég held að aðferðafræðin sem var notuð innan við femíníska Pírata var frekar góð. Ég held aðferðafræði sem við höfum nýtt okkur fyrr er líka að viðurkenna áður en og ávarpa það áður en hlutirnir fara illa. Því við erum með einstaklinga og við munum alltaf vera með einstaklinga sem eru svo miklir eldhugar að það er bara ég tek þetta er ekkert mál. Ef að ég geri það ekki, hver gerir það þá? Og það er þessi líka svarta hvíta sýn sem ég var að ávarpa áðan eða tala um áðan að þetta, ef ég ekki geri það, gerir enginn það. Jú, við erum bara fullt af fólki saman og við getum alveg að þessi dreifinga ábyrgðar felst líka kannski í að við skýrum betur og hjálpum, styðjum og aðstöðum stjórnir og félög út á landi og höfuðborgarsvæðinu að skilja þessa verkefnaskiptingu og hvað gerist þegar hlutirnir detta niður eða ekki detta niður, að það er einhver til að grípa. Ég held að sérstaklega innan við borgarstjórnarflokkinn höfum við líka tekið, á meðan ég allavega hef verið, sérstaklega vel á þessu. Og mér finnst það vera lykillinn á öllu þessu er að segja þetta upphátt, segja þetta sem fyrst. Og það er ekki nein manneskja sem ber ábyrgð á að enginn fyrir kulnun. En það að við öll tjekkum inn og erum með verklag sem tekur alltaf til greina að það er rosalega auðvelt að detta í gömul för, þá tökum við á og minkum. Við erum stjórnmálahreyfing, það mun alltaf vera mikið álag, en við minkum og dreifum því álagi sem er til staðar. Og svo verðum við að muna að það er eins mikilvægt að hafa gaman og vera saman eins og það er að ná verkefnum fram. Það er einhvern veginn að láta þessa tvo hluti koma aftur inn í hjónarúmið aftur. Þeir hafa pínu verið í 2 mismunandi herbyggjum. Svo það er það. Já, ég þekki nú bara á eigin skinni að hafa tekið það svo mikið af verkefnum og endað á því að brenna þessu út. Ég hef aldrei farið í kannski fullkomið burnout en ég hef alveg farið í ansi mikla kulnun. Og þetta er eitt af því sem ég er að reyna að læra að forðast að gera, eða þá að minnstakosti að ef ég ákveð að gera það, þá ger ég það meðvitað og viti þá að ég muni þurfa langa pásu á eftir. En það sem ég ætla að gera til að reyna að takast á við þetta í flokknum, þetta er rétt sem Octavia segir að við getum aldrei almennilega stjórnað í hvernig annað fólk leggur sér fram eða hvernig það lætur vita af sér þegar það er komið í vandræði eða eitthvað svoleiðis. En við getum reynt að eiga gott samtal, reynt að hlusta og sjá þegar fólk er að detta í það að eiga erfitt með álagi sem er á því og við getum reynt ekki bara að meta það er þörf á öllum þessum viðburðum á næstunni og ef já, getum við dreift eitthvað ábyrgðinni á þeim eða getum við minnkað eitthvað umfangið á þeim eða getum við gert þetta með einhverjum aðeins öðruvísi hætti til þess að hlífa mannskapnum okkar. En við getum líka, oft er það að dreifa á tímalínunni, oft er þetta að láta eitthvað niðurfalla. Oft er hægt að sjá hvort það sé einhverjir nýliðar eða einhverjir sem hafa kannski ekki verið mjög virkir nýlega sem að vilja taka þessi eitthvað lítið verkefni
Það getur verið bara spilakvöld eða það getur verið málefnafundur eða það getur verið bara ýmislegt og það getur líka verið góð leið til þess að hjálpa fólki aftur í virkni sem kannski vill vera í virkni en veit ekki hvernig á að taka fyrstu skref í því. En þetta snýst svolítið bara að hlusta á fólkið sitt og hlusta á bara sjálfa sig líka. Að maður getur ekki alveg bjargað öllum frá því að fara í kulnun og maður þarf að passa sig að keyra ekki sjálfa sig út við að reyna það. Þannig þetta er tvíeggjað en hluti af þessu líka þetta hugsunarstarf. Ég myndi aldrei fara í kulnun í einhverju tæknilegri aðstöðu á einhverju símafyrirtæki en ég fer í kulnun af því ég er raunverulega að trúa á það sem ég er að gera en mér líður eins og þetta verði að gerast og það er hluti af því sem gerir þetta líka áhugavert. Takk. Og Kiddi? Hæ. Ég þekki ykkur aðeins og við vinnum með ykkur síðustu mánuði og ár. Og þykir mjög vænt það og þykir mjög vænt ykkur bæði bara þannig að þið vitið það. Og mér þykir þetta líka svona, það eru stóri tíma framöndan. Borgar og sveitarstjórnarkosningar og þekki ykkar kosti og galla og matvenjur og óþol og svo framvegis. Þannig að mjög fallegt samband segja ég. Ég bara svona velti fyrir mér byggt á þeim hlutverkum og höttum sem þið gegnir nú þegar í dag og við erum að fara í kosningar. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur gegna þessu embætti og hvað mun blæða fyrir það? Hvað mun blæða fyrir það og hvað mun sitja eftir á hakanum? Af því það er eitthvað sem mun sitja eftir á hakanum af því það er ekki hægt að gegna öllum þessum embættum 100%. Þannig ég bara velti hver er forgangsröðin næstu mánuði? Verður það fjölskyldan? Verður það vinirnir? Verður það jólaboðin? Ég veit það ekki. Alexandra? Já, þetta er góð spurning. Svo það komið fram, ef ég verð formaður hér á dag, þá finnst mér ekki sjálfgefið að ég muni sækja þetta að vera oddviti í Reykjavík. Ég mun gera það ef að Dóra Björt fer ekki fram, en ég líst bara mjög vel á það til dæmis að hún myndi vera áfram ef hún er áhuga á því. Sem þýðir að ég myndi ekki þurfa að vera undir öllu álagi veraldarinnar samtímis. Hins vegar, mér finnst það mjög nauðsynlegt að það sé oddviti í borginni sem að fólk þekkir og treystir. Þannig að ef sú staða kemur upp þá myndi ég sækjast eftir því. En það vill svo til að ég hef ekki börn og ég er ekki í sambandi. Ég kannski fer að skoða eitthvað af þessum málum einhvern tímann á næstunni en ég get aldrei En ég tel að það sem ég er að vinna í borginni geti alveg spila ágætlega saman við þetta. En það er alveg vitað þegar að nær dregur sveitarstjórnarkosningum að borgarfulltrúar fara að einbeita sér meira að innra flokkana sinna, kosningabaráttum, prófkjörum, eitthvað svoleiðis. Það er ákveðið rými gefið fyrir það. Og ég held að ég hafi bæði reynsluna og þekkinguna og styrkinn til þess að leiða okkur þarna þessa braut ef að svo ber undir. Það gæti alveg tekið á, það gæti alveg verið að ég myndi þurfa að smá pásu í sumar, en ég get það. Takk. Og Átta. Nú er ég pínu lánsamt út að ég býð svolítið miklum sveigjanleika, bæði heima við og í starfi og í áhugamálum. Sem formaður hvaða áherslur eða hvað myndi fá að blæða. Ég held að það sé hlutir eins og ég mun ekki vera aðalskipuleggjandi af jólaboðinu í desember. Ég mun taka þátt í jólaboðinu í desember. Ég hef auðvitað líka sveigjanleika í starfi sem varaborgarfulltrúi þar sem ég auðvitað hef komið inn og er núna en er auðvitað fyrsti vara og er ekki aðalmaður í borgarstjórn þannig en auðvitað vissulega með mikið og öflugt starf. Ég er sammála Alexandru að formennskan einhver leyti passar ágætlega við það. Að það er margt af því pólitíska starfi sem hefur sameiginlega snertifleti. Hvernig ég mun forgangsraða, ég mun kannski sækja fleiri jógatíma fyrir kallaða kvár. Ég held að ég mun forgangsraða á þann hátt, því ég hef nefnilega farið í blússandi kulnun
og fari í gegnum veikindi, fari í gegnum 4,5 kosningabaráttur og ég veit ekki hvað. Svo ég held ég átti mig ágætlega á eigin mörkum og það þýðir að ég veit nokkurn veginn hvað þarf að virkja, hvað fólk þarf að ráða inn, hvað mitt hlutverk í því, því ég gerir það ekki sjálft sko. Við gerum það saman og þessum síðustu 20 sekundum þá held ég að mér langar að kjarna sko, þetta ekki alltaf kaka, það hvernig við gerum það. Og sem manneski sem fór í gegnum erfið veikindi fyrir 3 ár síðan, þá get ég sagt þér að mín 60% bara ágætlega mikið 100%. Svo ég hef alveg ókei með að gera hlutina þá í því, upp að því marki sem ókei. Viktor með síðustu spurninguna. Að sinni. Hafa það nú góð og skemmtilega? Ég veit ekki með skemmtilega. Kannski dálítið hálfleik. Og það eiginlega kannski 2 mjög tengdar spurningar. Teljið þið Pírata hafa villst af leið undanfarin ár og ef svo hvernig? Og því tengt, ef við gefum okkur að Píratar bjóðu fram í næstu alþingiskosningum, bara Píratar á landsvísu, hvernig sjáu þið fyrir ykkur að svona presentera Pírata? Myndu þið vera að leita svolítið, myndu þið vilja vera svona meira eins og 2013 Píratar, 2016 Píratar, 2024 Píratar eða eitthvað annað? Góð spurningar. Ótta? Má ég svara síðustu spurningunni fyrst? Við erum ekki fortíðar Píratar, við erum framtíðar Píratar. Svo við munum ekki vera eins og Píratar 13, 16, 17, 18, 20, 19, 21, 22. Þetta hefur nefnilega verið svolítið hresst hjá okkur á Íslandi með allar þessar kosningar, hefðbundnar og óhefðbundnar. Hvernig ég mun presentera, hvernig Píratar presentera sig kjarnast auðvitað af sömu hlutunum, að umbætur, lýðræði, tækni fyrir fólk, þú veist að eftirliti, þú veist allt þetta, keðjuábyrgðin, allt það og vitiði sem fyrrverandi og nú þú veist, ég hef verið framkvæmdastjóri, rekstrarstjóri, ég hef verið í alls konar stöffi, ég hef gert herferðir og hitt og þetta. Veistu hver kjarnar best Pírata til framtíðar? Kosningastjóri Pírata fyrir framboði til alþingiskosninga næst. Við þurfum að fá öflugt fólk inn til að styðja okkur við það og við gerum það best og á hvaða forsendum. Turbofasismin hér núna. Ég get ekki tjáð mig eftir 2-3 ár hvað við gerum það. Spurning nummer 1 var... Höfum við villst af leið eða Píratar? Veistu hvað, Píratar ekki týndir og við þurfum að hætta að segja þetta og við endum með að trúa því. Það sem við höfum gert að við höfum ekki verið með skýra ramma fyrir hvernig við ætlum að vera saman. Á hvaða forsendum við ætlum að vera saman, í hvaða mati við ætlum að vera saman og hvernig við komum fram. Ég tel ekki að við erum týnd, við erum á afleiðum, við erum bara að labba sömu leiðina. Við þurfum kannski að hætta að setja prikið inn í hjólið okkar þegar við erum að hjóla og þá dettum við, það pínu sárt. Og svo ég bara til í að við stoppum þá stöldrum aðeins við eins og við erum gert fyrir og erum bara af öllum þessum leiðum. Það erfitt að vera fyrstur og það þurft að búa til leiðina stundum. Svo það getum við alveg gert saman. En já, við erum ekki týnd og við þurfum að hætta að tala þannig. Við vitum nákvæmlega hver við erum og hvað við erum að gera. Og Alex? Já, sko ég er sammála því að við höfum ekki verið týnd. En við höfum farið svolítið víðan völl og ég held að við þurfum að einbeita okkur að því sem við í kjarnan stöndum fyrir og því sem við viljum setja í áherslu. Ég er líka sammála því að við erum ekki að fara að vera 2013 eða 16 eða 17 eða 21 eða hvaðina. Við erum að fara að vera 2028 eða fyrir Píratar, eftir því hvað gerist. Og ég persónulega, þó að augljóslega sé ég sammála þeim mörgu áherslu sem við höfum tekið gegnum tíðina bara náttúruvernd og loftslag og hvalveiðar og sjókvíaeldi og bara ýmislegt, þá held ég að ég vil leggja áherslu á kerfisumbætur, ég vil leggja áherslu á lýðræði, ég vil leggja áherslu á mannréttindi, ég vil leggja áherslu á það sem við fara að búa til betra kerfi sem breytir einhverju í daglega lífi fólks. Þó að augljóslega erum við ennþá sammála því sem við erum búin að ákveða gegnum tíðina og það ennþá það sem við erum að gera. Stóra atriði við Pírata að við erum umbótaflokkur. Fólk kýs okkur vonandi af því að það sér að það eitthvað að í kerfinu á landinu, það sér að það eitthvað að í hvernig
auði er skipt, það sér að það er eitthvað að í hvernig tækifærunum er skipt, það sér að það er eitthvað að í eignarhaldi fyrirtækja og kvóta og bara fjölmiðla og öllu þessu og það vill breyta því. Og ég held að ef fólk trúir því að við viljum breyta því, þá sé það tilbúið til að treysta okkur til þess. Ég held að við þurfum að einblína okkur að þessum skilaboðum. Við þurfum að berjast á móti fasismanum, við þurfum að berjast á móti fordómunum, við þurfum að berjast á móti vonleysi. Og það er það sem ég held að við þurfum að standa fyrir. Gjörið svo vel. Mér langar að þakka þessum frábæru og verðugu framtíðaröndum fyrir einstaklega góð svör, ykkur fyrir góða áheyrn og áhugaverðar spurningar og ég segi þessum fundi formlega slitið núna en fólk er frjálst að maða vild og ég hlakka til að sjá ykkur að vikum. Langar Lárus að segja. Já, ég ætla bara að segja, ég ætla nú bara að minna á aukaðafundinn þessar næsta laugardag 29. nóvember í veislusmáranum í Sporhöfnum 1 upp í Grafarvogi.